Þegar finna á fylgni notumst við reiknifall sem heitir Correl. Förum hérna í Function, finnum fall sem heitir Correl, opnum það og þá lítur það svona út. Í fyrri línuna skulum við draga x-gildin svona og í seinni línuna skulum við draga y-gildin svona. Út frá þessum útreikningi sjáum við að fylgnin er 0,44985 sem þýðir að jákvæða frekar lága fylgni er að ræða. Og svo er spurt, er þessi fylgni marktæk miðað við 99% öryggismörk og rökstuddu svarið. Til þess að komast að því, þá þurfum við að skoða töflu sem að finna í kennslubók sem lítur svona út. Og til þess að lesa úr þessari töflu þurfum við að vita hversu mörg talnapör eru við að vinna með. Hérna er til dæmis eitt talnapar, hér er annað og svo framvegis. Og ég veit að hér er 30 talnapör að ræða. Þannig að ég fer hérna, n stendur fyrir fjöldanum, þannig að ég finn 30 hérna í listanum og vinn með það út hér. Fyrsta talan hér er það lágmark sem fylgnin þarf að vera til þess að standast það að ná 90% öryggismörkum. 0,10 þýðir hérna að 10% óvissu í niðurstöðu er að ræða. Næsti þáttur hér er verið að vinna með 95% öryggismörk. Sem sagt, fylgnin okkar þarf að ná þessu lágmarki til þess að standast það að vera með 95% öryggismörk eða aðeins 5% óvissu. Síðasta talan, þar miðum við 99% öryggismörk þar sem á reikna með aðeins 1% óvissu. Og það sem er verið að spyrja hér 99% öryggismörk, þá þurfum við að athuga hvort fylgnin okkar sé hærri en þessi tala. Og ef hún er hærri, þá er hún marktæk. Í þessu tilfelli er fylgnin okkar lægri en þessi tala. Þannig að svarið okkar hér væri nei. Ef við förum í næsta lið, þar sem spurt er hvort að fylgnin okkar sé marktæk með 95% öryggismörk, þá förum við sömu leið, förum hérna í 30 og hérna er 95% lágmarkið sem er 0,361. Þá sjáum við að fylgnin okkar er hærri en sú tala og því er hún marktæk með 95% öryggismörk. Í D-lið er spurt hvort hún sé marktæk með 90% öryggismörk. Við sjáum það og hún er það vissulega, hún er mun hærri heldur en lágmarki fyrir 90% öryggismörk. Í lið E ef við byrjum að gera vel merkt punktarit fyrir talnatöndirnar X og Y. Þá gerum við það á eftirfarandi hátt. Við drögum yfir allar talnatöndirnar okkar. Svona. Förum í Insert og förum hér og veljum punktarit. Og þegar talað er vel merkt, þá er eingöngu verið að biðja að þið setjið nafn á þetta, gefið X-ásnum nafn og Y-ásnum líka. En einnig getum við farið þá leið að setja inn jöfnu bestu línu sem við gerum með því að velja einn punkt, hægri klikka á hann, fara í Select Data,
fara í Add Trendline. Þá kemur upp valmynd til hliðar og besta lína kemur í ljós. Ef við hökum við Display Equation on Chart, svona, þá komin hérna formúla sem inniheldur hallatöluna og skurðpunkt við EOS. Og skulum halda þessu til haga og fara í næsta lið. Og hérna er mitt spurt, hver er hallatalan samkvæmt punktaritinu? Og svarið kemur þá frá þessari hérna tölu. Hallatalan samkvæmt punktaritinu er 0,7628. Og í næsta lið eigum við að finna hallatöluna með útreikningi. Og formúlan fyrir hallatölunni, hallatalan er jafnt og fylgnin, sem við fáum héðan, sinnum staðalfrávikið af y-gildunum héðan, deilt með staðalfrávikinu af x-gildunum. Þannig að áður en við byrjum að reikna út hallatöluna, þá þurfum við fyrst að finna staðalfrávikið. Það er þá gert svona. Við byrjum á x-unum. Til þess að reikna staðalfrávik notum við reiknifall sem heitir STDF. Svona. Þá drögum við einfaldlega yfir x-gildin og fáum að staðalfrávik x-gildana er 145,3957. Gerum það sama við y. Og fáum að staðalfrávik y-gildana er 246,532. Og nú erum við tilbúin að setja inn í formúluna. Hallatalan er þá jafnt og fylgnin hér ofan sinnum staðalfrávik y-gildana deilt með staðalfráviki x-gildana. Og ef sömu tölu er að ræða hér og hér er útreikningurinn réttur.